Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn. Og nú komið að Eyjafjarðarsveit, eða það að segja ferðamálafélagi Eyjafjarðarsveitar. Þær eru komnar til mín úr stjórninni, Heiðdís og Sesselja, velkomnar. Takk fyrir. Nú stendur mikið til þann 7. des. Heldur betur. Vil ég aðeins segja áhörundum hvað að fara að gerast? Já, þú ert nú svona átt smá hluti í máli. Já, ekki aðeins til. Þar sem að hún líka, Marja nú partur af stjórninni. Sem bara mjög gleðilegt, algjör gleðipinni, við náttúrulega allar. En við ætlum að opna dyr í Eyjafjarðarsveit 7. desember. Upp á gátt. 16 aðilar, samt í rauninni bara helmingurinn, því miður nánast. Sem gat verið með núna. Já. Vonandi fleiri næst bara. Akkurat, og það líka bara pínu gaman að segja frá því að við erum nánast 30, eða 26 sem erum í ferðaþjónustu á þessum rúmlega 30 kílómetra hring. Já, hann ekki lengri. Nei, hann aðeins inn í fjörðin eru nokkur fyrirtæki þar, Holtsel og Sigga Sólarljós og svona. Smámunasafnið. Já, Smámunasafnið. Og Smámunasafnið, það kannski eitthvað innst af þessu öllu saman. Og gaman að segja frá því að í N4 blaðinu, þar einmitt opna, þar sem maður hægt að kíkja á dagskránna nánar og sjá, meira segja bara kortið af sveitinni. Og þar sé ég bara svart á hvítu, Smámunasafnið og Sigga Sólarljós eru þarna innst. Já, Sigga verður með Smámunasafninu. Já, akkurat. Og það er alltaf að gerast þarna, þetta er ekki það eina. Nei. Hvað meira erum við að fara að gera, skemmtilegt? Þennan dag? Eða svona almennt bara í ferðamálum í Eyjafjarðarsveit. Eins og þetta markaðsátak. Já, það er ótrúlega mikið í gangi og það er bara einhvern veginn svona kraftur í kringum Eyjafjarðarsveit núna. Eins og við viljum halda það allavega. Það er sveitafélagi ætla að koma með okkur í lið ásamt Markaðsstofu Norðurlands og við erum að fara saman í ótrúlega skemmtilegt verkefni að í rauninni bara styrkja sveitir. Þú veist, þetta er þessi sveit og sveit í Skagafirði og fyrir austan. Já, þessi sem eru svona fyrir innan kannski alfaraleiðina. Akkurat. Afdalasveitin. Já, það er svona svolítið afdalasveit sem er sem skrýtna fólki býr, er það ekki? Fólk hefur áhugaðan að kíkja þar og sjá fólki sem býr í afdalasveitinni. Sem eitthvað svona aðeins öðruvísi, ekki eins og allir hinnir. Akkurat, og kannski að bjóða upp á eitthvað sem er svona einstakt og svona eitthvað sem fólk svolítið lifir á og vill segja frá. Og kannski sem mótsvara því að nú erum við komið með Norðurstrandarleiðina. Akkurat. Sem er alveg frábær tenging við sjóinn, en nú ætlum við kannski líka að skoða þarna. Já, þetta er svona surf and turf. Nú erum við að fara svolítið í turf, er það ekki? Svona landbúnaðinn og Var ekki líka gaman að segja eins frá því að það sem er að gerast þarna 7. des er að þessir aðilar, þeir eru náttúrulega bara opnum á gátt eins og kannski þú ert með Íslandsbæinn og þú segir okkur aðeins kannski, hvað er það? Það er bara nýlegu gististaður, og svona 140-400 hús sem er bara... Þið tókum þetta alveg í gegn, var það ekki? Þetta var þarna svolítið að... Jú, við tókum þetta alveg í gegn. Það ætlum bara að opna upp á gátt að fólki koma og sjá hvað við hefum gert. Því að þarna er gisting sem bara fólk hefur verið að nýta sér, en þið ætlum bara að leyfa öllum forvitnum og áhugasömum að koma og sjá. Já, bara koma og sjá breytingunum húsinu. Já. Og bjóða upp á eitthvað. Kaffi og kleinur og súkkulaði. Og selja gjafabréf. Og það er líka eitt það sem við þurfum að koma framfæri með þessi gjafabréf. Þetta er svona kannski til að sporna við, það er bara hvetja fólk til að kaupa upplifun í jólagjöf. Akkurat. Og það eru ansi margir af þessum aðilum sem að bjóða upp á gjafabréf. Já, og afslátt. Afslátt af þessum gjafabréfum. Og þið og Kaffi Kú, þið eru með líka við ætlum að vera alls konar húnum hæ? Já, nákvæmlega. Förum við fjósaferð með leiðsögn og klukktíma fresti og allir krakkar frá Sleikju og frá Leli og svo verður mitt svona gjafabréf og afslætti og jólasmakk og bara... Fullt í gangi. Já. Og svo ef maður skoðar bakkan, Austurbakkan, þá er svolítið, eins og þar sé svolítið svona jógatengingin. Já, það er einhvern veginn einmitt. Það er ótrúlega mikið af nýjum flottum, Mongolíutjöld. Jóga og jódísastöðum einmitt og Æsland jurt með þarna gistingu í Mongolíutjaldi og það ætla að leyfa fólki að kíkja á það. Já. Svo sá ég, það var á klukkutíma fresti mitt, var það jódísastöðum sem var, það var örugglega, það var svo mikið. Gongheilun á heilatímanum á jódísastöðum, í Kyrðarhofinu, þar er líka... Þar var slökun, fyrripart dagsins. Tónupplifun, klukkan 3 og 6. Nei, 3 og 4 segi ég. Þannig bara að gera kíkja í opnuna og sjá hvað í gangi. Svo þegar maður færist svona frá Hrafnagili og svona tilbaka inn á Akureyri, þá fer maður svolítið í svona
feeling, Og finnst mér. smámunasafnið er náttúrulega líka alveg þarna innst. Já, Og frítt á sýningar á báðum frítt á hælinu. Já, frítt á hælinu, þar allir inn út af einhverja lifandi tónlist líka og hafa haukulega stemmingu. Nákvæmlega. Og svo er Dyngjan, listhús, þar er jólamarkastemming. Já, svo verður Dyngjan með, var það ekki Holtseli? Jú, við Og höldum það. höldum það allavega, ef við munum þetta allt saman rétt. Dyngjan er með séropnun líka. Já, Holtsel er samt með sko sveitamarkað. Holtsel er með stóra jólamarkaðin sinn. Já, Þar sem hún koma hefur ýmsir verið með saman. Já. áður. Já. Þannig að þetta er Margir bara... þekkja. Já, og ég veit líka að Brúnalaug verður með þeim, með grænmeti sitt og Brúnir verður með kjöt og kjötsölu, og myndlistarsýningu og þannig það er alveg bara ótrúlega mikil menning í gangi. Það er hægt að eyða bara öllu laugardagssíðdeginu í sveitinni, akkurat. kíkja við á flestum stöðum. Já. Kannski ekki hægt að ná öllum, þannig að maður þarf kannski aðeins að velja úr. Akkurat. Það er aðeins mismunandi opnunartíman, en svona flestir eru svona frá kannski 12:01 til svona 5:06. Já. Það er aðeins mismunandi, þannig að maður gera að kíkja á það líka. Akkurat. Og þetta er bara svo gaman fyrir fólk bara til að fara og sjá hvað er í boði. Það er svo ótrúlega margt. Það er meir en maður skildi ætla, sko. Já. Meir en ég áttaði mig á sjálf, sko. Já, það kom mann óvart þegar maður byrjaði í þessu. Já. Bara Og nauðsynlegt vonandi er þetta bara upphafið að einhverju svona árvissu. Já, við vonum það. Já. Og jafnvel kannski, þú veist, núna er svona vetrarfílingur og svo kannski fyrir við eitthvað svona sumarfíling eða vorfíling þegar hérna kemur nýtt, þegar það kemur. Það er frá hlýna. Þegar það er hlýna. Akkurat. Takk hérlega fyrir að koma og segja frá þessu. Opnar dyr í Eyjafjarðarsveit 7. des. Bara gangi ykkur svakalega vel. Já, Og okkur öllum. sömuleiðis.